Það var eitthvað sem sagði, það var ekki þú síðan. Þetta byrjuð. Það ætla ég ekki að segja það sem ég ætla að segja. Góðan daginn og velkomin á bæjarstjórnarfund nr. 552. Í dag er 7. maí 2025 og klukkan er 5. Mætti fundar eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanni Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Sædís Ólöf Þórisdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Finney Rakel Árnadóttir. Starfsmaður fundarins er Bryndís Ósk Jónsdóttir. Ég ætla að byrja á forseti óskar eftir að taka 2 mál inn með afbrigðum með heimild í 16. grein bæjarmálasamþykktar sem yrði þá númer 4 og númer 7 í dagskránni. Það er viðauki númer 10 en málið var tekið fyrir á fundi bæjarráðs mánudaginn 5. maí 2025 og vísað til bæjarstjórnar og auki er þá fundagerð umrædd fundar tekin inn. Þeir megi gefa mér merki að þau samþykki það. Og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá byrjum við á fyrsta máli sem er ársreikningur Ísafjarðarbæjar 2024. Bæjarstjóri leggur fram til fyrri umræðu ársreikning Ísafjarðarbæjar og stofnana hans og fyrirtækja fyrir starfsárið 2024. Orðið er laust og Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér er lagður fram til fyrri umræðu ársreikningur Ísafjarðarbæjar vegna ársins 2024. Ég ætla aðeins að rúlla yfir nokkrar lykiltölur sem þar koma fram. En rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu ríflega 8 milljarða eða 8.235 milljónir króna ásamt samkvæmt ársreikningi fyrir A- og B-hluta. Til A-hlutast telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Hér er að ræða aðalsjóð en auk hans er augnasjóður og þjónustumiðstöð auk hlutdeildar sveitarfélagsins í samstarfsverkefnum og rekstrartekjur A-hluta námu 6.401 milljónir króna eða rúmlega 6 milljarða. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélagsins, en rekstur þessar fyrirtækja er fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla undir B-hluta starfsemi sveitarfélagsins eru Byggðasafn Vestfjarða, Eyri, Fasteignir Ísafjarðar EHF, Fráveita, Funi, Hafnarsjóður, Vatnsveita og þjónustu íbúðar og Hlíf, auk hlutdeildar sveitarfélagsins í samstarfsverkefnum. Álagningarhlutfall útsvars var á árinu 2024 14,97% sem er lögbundið hámark og álagningarhlutfall fasteignaskatt í A-flokki þar sem eru íbúðarhúsnæði var 0,54% en lögbundið hámark þess er 0,625 með álagi. Í B-flokki varandi álagningarhlutfallið. Í B-flokki þar sem eru opinberar stofnanir nam álagningarhlutfallið 1,32% sem er lögbundið hámark þess og í C-flokki þar sem að heyra undir atvinnustarfsemi og fyrirtæki þann nam álagningarhlutfallið 1,65 sem er einnig lögbundið hámark þess með álagi. Rekstrarniðurstaðan í A- og B-hluta var jákvæð 1.168 milljónir króna en áætlun hún gerði ráð fyrir 738 milljónum. En rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð 480 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir 185 milljónum samkvæmt rekstrarreikningi. Þannig að við erum að sýna töluvert betri árangur heldur en við gerðum ráð fyrir. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok nam rúmum 3 milljörðum samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A- og B-hluta en eigið fé A-hluta nam 1.261 milljón króna. Skuldahlutfallið, ef við skoðum það, heildarskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við reglulega tekjur, það segir til það hversu stór hluti af heildareignum er fjármagnaður með lántöku. Það er að lækka. Það er 116% árið 2024 en var árið áður 134%. En við gerðum ráð fyrir því að í áætlun að það færi í 125%, þannig að við erum að sýna þarna líka betri árangur.
Skuldahlutfalli hjá A-hluta er 114% árið 2024 en var 122% árið 2023. Og skuldaviðmið A- og B-hluta er 95% og 72% fyrir A-hluta. Veltufé frá rekstri er að aukast sem munar á milli ára sem styrkir getu sveitarfélagsins til að standa undir framkvæmdum og öðrum skuldbindingum er að ræða veltufjárhlutfall upp á 20,2% af rekstrartekjum en var 14,4% árinu 2023. Handbært fé hækkaði einnig ríflega 100 milljónir króna frá fyrra ári og var handbært fé í árslok 2024 672 milljónir króna. Í lokin þá vil ég vekja athygli á það að þið eru með ársreikningin, hann er aðgengilegur og það eru þannig skýringar og það er einhver með hérna einskýring varðandi skýring nummer 22 á blaðsíðu 25 í ársreikningnum varðandi byggðasamlagið. Þetta er ekki frágengið, þess vegna er þetta merkt, gulmerkt í skýringunum. Byggðasamlagið átt að slíta því í kjölfarið á því þegar var ákveðið að fara í samningum sérhæfða velferðarþjónustu á Vestfjörðum og uppgjöri á því átt að miða við 31.12.2023 en þetta endanlegt uppgjör liggur ekki fyrir og við höfum ekki fengið upplýsingar það þannig að ég vildi bara vekja athygli á því að mögulega verður þetta komið inn fyrir seinni umræðu. Og þá er annað sem að mig langaði til þess að vekja athygli ykkar á að það er með ársreikningnum fylgir skýrsla þar sem að starfsfólk hefur tekið saman helstu punkta úr starfseminni á árinu og svo vil ég þakka starfsfólki fyrir velunni störf og bæjarfulltrúum öllum fyrir einstaklega gott samstarf. Við höfum verið samtaka og það er bara að þakka. Takk fyrir. Takk fyrir það, eru fleiri og Gylfi hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðra tilheyrendur, þetta eru einstaklega gleðilegar tölur sem að hér koma fram. Áætlanir gerðu ráð fyrir að með viðaukum að rekstrarniðurstaðan yrði jákvæð 186 milljónir tæpar eða fyrir A-hluta og 740 milljónir fyrir A- og B-hluta en raunin er svo að rekstrarniðurstaðan er jákvæð 480 milljónir eða tæplega 300 milljónum betri heldur en að áætlanir með viðaukum gerðu ráð fyrir. Og þetta á sér skýringar bæði á tekju- og gjaldahlið og er of langt mál að fara yfir hér en kemur ekki af sjálfu sér. Þetta eru samantekin ráðum að standa vel að rekstrinum, taka skynsamlegar ákvarðanir, að standa þétt við bakið á góðu starfi starfsfólks en líka umsvifum í atvinnulífi sem að til dæmis sést í að útsvar og fasteignaskattar eru hærri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þannig að þetta eru einstaklega góðar fréttir og ég hef óskað eftir því að við seinni umræðu verði samanburður settur fram við fjárhagsmarkmið sem að við settum okkur í upphafi kjörtímabilsins. Það er skemmst frá því að segja að nær öll markmiðin hafa náðst með þessum ásetningi og raunar með þeirri áætlun sem að samþykkt hefur verið fyrir yfirstandandi ár. Mér sýndist af fljótum yfirlestri að það væri eitt mál sem að stæði út að það væri skulda viðmið, ekki skulda hlutfall, heldur skulda viðmið og er hér bjór á barnum í boði fyrir þann sem að getur án þess að fletta því upp, rifjað upp munin á skulda hlutfalli og skulda viðmiði. En af þessu tilefni að þá langar mig fyrir hönd ílistans að leggja fram bókun sem að ég sendi bæjarritara hér að lestri loknum og hún hljóma cirka svona. Ársreikningi Ísafjarðarbæjar
Ársreikningur Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2024 er lagður hér fram til fyrir umræðu. Rekstur bæjarins gekkst einstaklega vel árið 2024 og heldur því áfram að styrkjast. Afkoma er jákvæð og skilur nú afgangi sem nemur 1167 milljónir króna en viðsnúningur varð á rekstri ári áður 119 milljónir króna. Tekjur voru hærri og gjöld voru lægri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Allar kennitölur vísa í sömu átt, skuldahlutfallið lækkar. Árið 2024 var það 134% en var 116% árið 2024 þegar áætlun gerði ráð fyrir að það færi í 125%. Skuldahlutfallið hjá A-hluta er 114% en var 122% árið 2023 og skulda viðmið A og B-hluta er 95% og 72% fyrir A-hluta. Veltufé frá rekstri var tæp 15% og handbært fé jókst mjög mikið og er raunar orðið ríflega 600 milljónir. Á síðasta ári var framkvæmt og fjárfest fyrir tæpan milljarð. Umfangsmestu fjárfestingarnar voru gatnagerð, hafnaframkvæmdir, umbætur í fráveitu og vatnsveitu og við gerð snjóflóðavarna á Flateyri. Áfram er auðvitað nauðsyn að sýna aðgæslu í rekstri sveitafélagsins. Það er krefjandi að reka sveitafélag og má lítið út að bregða. Ársreikningur ársins 2024 er þá til marks að vel hafi tekist til og með ráðdeild og skynsemi horfum við bjartsýn fram á veginn. Í upphafi kjörtímabilsins ákvað bæjarstjórn að setja sér metnaðarfull fjárhagsleg markmið. Skemmst er frá því að segja að þau hafa nær öll náðst. Það er auðvitað ekki eingöngu góðum rekstri sveitafélagsins að þakka heldur umsvifum í fjölbreyttu atvinnulífi og góðum tekjum hafnarinnar og við það þarf að því þarf að hlúa. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, það er best að ég sæki bjórinn hjá Gylfa. Svona til fróðleiks fyrir þá sem er að hlusta heima, þá er munurinn á skuldahlutfalli og skuldaviðmiði þá að annars vegar skuldahlutfalli, það eru allar skuldir versus tekjur og skuldaviðmið er þá og tekur leiguskuldir sem eru þá sem sagt við ríkið, það er þá Eyri, hjúkrunarheimili Eyri, tekur það frá skuldunum og lífeyrisskuldbindingarnar tekur þær frá og þess vegna er skuldaviðmið mun lægra heldur en skuldahlutfall. En hvað það? Takk fyrir bjórinn Gylfi og við höldum áfram. En það er svona gaman að hugsa til þess að þegar maður er að skoða þessar tölur og ég var nú lengi hjá þessu sveitafélagi og þá vorum við alltaf að barsla með að halda veltufé frá rekstri nægilega háu. Þá var nú yfirleitt þannig að veltufé rétt náði fyrir fjárfestingum en við náðum sjaldan að gera það þannig að veltufé dygði til afborgana og fjárfestinga. Nú er þetta orðið allt annað og þá minnist ég nú stundum fundar sem var haldinn í aðdraganda kosninga og fyrrverandi bæjarstjóri er þar með okkur í Edinborgarhúsinu og hún fullyrir það þarna fyrir fullum sal að Ísafjarðarbær sé bara hvínandi kúpunni eins og hún orðaði þetta og en ég benti nú alltaf á að veltufé frá rekstri væri gott og svo að COVID væri nýja yfirstæðið og þetta væri nú ekki svona slæmt og við sjáum það alveg á þessum tölum og ég held að veltufé frá rekstri fyrir A og B hluta 1600 milljónir og ríflega það, ég held að þessi tala hafi aldrei verið hærri og veltufé frá rekstri í A-hluta er sem sagt 954 milljónir og held hún hafi aldrei verið hærri þrátt fyrir oft hafi gengið vel hjá bæjarfélaginu í fjármálum, þá held ég að þetta hafa aldrei gengið betur og svona til fróðleiks fyrir þá sem að heima sitja og á hverju tala ég svona mikið veltufé frá rekstri, þetta er nú bara eins og bankabókin okkar, þetta er það sem við höfum núna til þess að borga lánum og fjárfesta fyrir og þegar að þessi tala er svona há og þá þurfum við ekki að taka lán og við höfum ekki tekið lán
hérna í 2 ár og það hjálpar okkur og að skila svona meðal annars sem að verður til þess að við skilum svona góðri afkomu. Þannig ég segi bara til hamingju með svona góðan rekstur og það ekki síður að þakka starfsmönnum sem að hafa haldið rekstrinum góðum, hafa ekki farið yfir áætlun og ef að einstaka deildir hafi farið yfir þá hefur verið hagrætt annar staðar. Þannig að ég held ég hafi nú alltaf sagt í hverju einustu fjárhagsáætlun aðalmálið að halda áætlun. Þegar tekjurnar eru alltaf herri en áætlun gerir ráð fyrir og ef við höldum áætlun þá mun það skila góðri niðurstöðu og það alveg, það sést á ársreikningum undanfarna ára að tekjur alltaf meiri en við áætlun. Og það nú kannski af ásettur ráði við og fjármálastjóri á nú kannski stærstu sökin á því eða heiðurinn, við skulum segja heiður í þessu tilfelli, að hún alltaf varfærin í tekjuhliðinni og þá vinna allir í lok árs og í gerð ársreiknings. Annað var það ekki. Takk fyrir þetta. Eru fleiri? Kristján, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ekki ágætt að koma upp við báðar umræður, maður hefur tækifæri til þess. Ég ætlaði bara, ég held ég komi á hverju ári síðan ég komi þetta til misjafna áralega, en ég nefni það alltaf samt á mér nú skrítið að ég kannski byrja á því að réttu hlutunum. Það bara hvað, þetta frábær ársætningur og þakka sérstaklega starfsmönnum og okkur í bæjarstjórnin fyrir það. Ég held að við höfum öll góðan þátt í þessu verkefni og höfum verið mjög samstiga þessi 2 ár. En ég hef svo alltaf komið upp og þráttur þessi góður ársætningur þá held ég að sé alltaf rými fyrir bætingu og góður ársætningur líka, það gott fyrir starfsfólk, sviðsstjóra og aðra slíkt að rýna ársætningin í hvort að áætlanir héldust virkilega og ef þær gerðu ekki, hvort það sé ennþá meira rými fyrir áætlanir og svo ætlaði ég að minna Bikka á eitthvað sem hann gleymdi hérna því hann talar svo mikið þetta reglulega og ætlaði bara að segja þetta fyrir hann að þegar að fer að ganga vel þá eigum við ofta tíðum til að missa okkur kannski aðeins og mikið fram úr áætlunum og eftir þannig að ég held við þurfum að halda bara áfram mjög vel á spöðunum því að við erum ennþá og það það sem ég tala alltaf við erum ennþá í innviða skuld mjög víða í sveitarfélaginu þannig að bara áfram gakk og höldum okkur við þessi viðmið og þessar áætlanir sem við höfum verið að gera og þá held ég að við okkur séu allir vegir færir. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gylfi, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Ég ætla hérna í seinni ræðu minni aðeins að fá að fara út í þessa sálma sem að Kristján vakti máls á og það eru stóru málin. Við settum í upphafi þessa áætlunum að koma skulda hlutfallinu niður og markmiði fyrir 26 og 27 að skulda hlutfall A-hluta verði undir 115% bæði árin og ég túlka þessa tölur þannig að reiknimeistarar sem að keyptir voru til verksins hafi svona kannski gert það að tilhugsunni að það væri langtíma skuldahlutfall sem mætti staðnæmast við og þegar að Kristján nefnir hér þá innviða skuld að þá má skoða það bæði þetta skuldahlutfall, þennan betri rekstur og þessa betri niðurstöðu heldur en að áætlanir gerðu ráð fyrir og svo annað markmið sem við höfum þarna hámark fjárfestinga sem er sett í 350 milljónir á ári og ég held að við ættum að hækka þetta, fara umfram þetta og við ættum að ná pólitískri samstöðu að
sem sagt, ef að við þurfum að velja annað hvort þessara viðmiða til þess að fara eftir, að þá ættum við kannski að forgangsraða því þá að vera undir 115%, jafnvel 110%, en að leyfa okkur með meðvituðum hætti að fara yfir fjárfestingahámarkið sem að þarna er tilgreint í þessum markmiðum til þess að vinna niður innviðaskuldina. Ég vek sérstaklega máls á því að ef að framheldur sem horfir þá verðum við í mjög þungum framkvæmdum við slökkvistöð sem að mun éta upp allt fjárfestingarrýmið. Það er á stærðargráðinni 350 milljón króna verkefni, eða nei meira, 450 kannski, eitthvað svoleiðis. Þannig að það er bara heilt ár sem að fer undir í framkvæmdir og það er öllum ljóst að það er ekki hægt að bíða í 1 ár með öll hin litlu verkefnin eða misstóru verkefnin, og jafnvel þó að helmingurinn sé tekin í ár og helmingurinn tekin á næsta ári, þá í raun senkar öllum ár sem því nemur. Þannig að mín tillaga er ekki hér til samþykktar, heldur svona til umræðu að við svona lítum til þess að hækka þetta hámark fjárfestinga og að skuldahlutfalli verði látið staðnæmast ekki mikið suðu fyrir 100%. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég upp tillögu að vísa ársreikningi til síðari umræðu með gefa merki. Og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum komin í annað mál sem er aðkoma Ísafjarðarbæjar að íþróttasviði Menntaskóla Ísafjarðar. Tillaga frá fundi 1323 hjá bæjarráði, en fundurum var haldinn 28. apríl. Að bæjarstjórn samþykki samning sveitarfélagsins við Menntaskólann á Ísafirði stuðning við íþróttasvið skólans, en samningurinn gildir 2025 til 2029. Orðið er laust. Ef enginn beðið orðið, þá megi ég gefa mig merkið samþykkt þessu, og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Árað 3. mál, nefnd byggingu slökkvistöðvar í Skutulsfirði. Tillaga frá fundi 1323 hjá bæjarráði, en fundurinn var haldinn 28. apríl að bæjarstjórn samþykki að stofna nefnd byggingu slökkvistöðvar í Skutulsfirði og að framlagt erindisbréf verði samþykkt. Orðið er laust. Það hefur enginn beðið orðið. Þá megi við gefa mig merkið samþykkt þessu. Samþykkt með öllum atkvæðum. Og það var Sigurður hafði beðið orðið, ég voru fljótur á mér.
Nú verður beðin upp viðaukatillaga og Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Samkvæmt þá nýsamþykktu erindisbréfi að þá kemur fram að bæjarstjórn eigi að kjósa 3 fulltrúa og 3 til vara og skuli 2 þeirra vera þá starfsmenn slökkviliðs Ísafjarðarbæjar og 2 þá til vara fyrir þá og auk þess séu þá í nefndinni bæjarstjóri og sviðsstjóri umhverfis og eignasviðs og þá eru embættismenn varamenn þeirra. En þessi viðaukatillaga hljómar þá þannig að og það er tillaga mín að Sigurður Arnar Jónsson, slökkviliðsstjóri, og Þorkell Þorkelsson verði aðalmenn í þessari nefnd ásamt Sveini Inga Guðbjörnsyni og varamenn í nefndinni verði Hermann Hermannsson, Sveinn Þorbjörnsson og Steinunn Guðný Einarsdóttir. Takk fyrir þetta. Eru einhver sem við taka til máls undir þessari tillögu? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til atkvæða. Hún er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum við komin í 4. mál á dagskrá sem er viðauki við fjárhagsáætlun 2025, viðauki nr. 10, nefnd byggingu slökkvistöðvar. Þetta mál var tekið inn með afbrigðum hérna í byrjun fundar, en það er tillaga frá fundi 1324 hjá bæjarráði en fundurinn var haldinn 5. maí að bæjarstjórn samþykki viðauka 10 við fjárhagsáætlun 2025 vegna breytinga á launaáætlun vegna deildar skipulagsfulltrúa og nefndar byggingu slökkvistöðvar í Skutulsfirði. Nefnd byggingu slökkvistöðvar í Skutulsfirði gert ráð fyrir vikulegum fundum í maí og júní og mánaðarlegum fundum eftir það á þessu ári. Alls 15 fundir. 3 nefndamenn fá greitt fyrir nefndasettuna og er kostnaðurinn 1.914.700 krónur. Tekjur vegna þessa launagjalda koma til við endurgerð launaáætlunar skipulagsfulltrúa en ekki var ráðið í stöðuna í upphafs árs eins og launaáætlun gerði ráð fyrir. Alls 5.536.108 krónur. Mismunur á deildum fer inn í óvenjulega liði, veikindi og launapott eða 3.621.408. Áhrif viðaukans á rekstrar niðurstöðu samstæðunnar Ísafjarðarbæjar er 0. Áhrif viðaukans á sveitarstjórn A er 0 eða óbreytt 223 milljónir. Áhrif viðaukans á samantekinn A og B hluta er einnig 0 og óbreytt afkoma 995 milljónir. Orðið er laust. Það verður enginn beðið orðið, þá megi ég gefa mig merkið eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá var það 5. mál, frístundasvæði í Dagverðardal, breytingar á deiliskipulagi. Tillaga frá fundi 651 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd en fundurinn var haldinn 29. apríl 2025 að bæjarstjórn samþykki breytingu og uppdrætti í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið, þá megi ég gefa mig merkið eru samþykkt þessu og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum komin í fundagerðir sem verða lagðar fram til kynningar. Við byrjum á fundi bæjarráðs. Lagði fram til kynningar fundagerð af fundi 1323 hjá bæjarráði en fundur var haldinn 28. apríl síðastliðinn og er fundagerð í 18 liðum. Orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram. Næst er það 7. mál sem er fjallaskilanefnd, lögð fram til kynningar fundagerð af 18. fundi fjallaskilanefndar. Fundur var haldinn 22. apríl og er fundagerð í 2 liðum. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta mál var tekið fyrir í bæjarráði í gær en er ekki lagt fyrir
Ég sé það vísu ekki í fundagerð gærdagsins. Var það vegna þess að það hefði verið tvítekið? Já, það var vikum undan. Þannig að það var við tókum það fyrir í gær en það var fellt brott úr fundargerð. Vegna þess að það hafði verið tekið fyrir viku fyrir. En ég vildi aðeins vekja máls á þessu og þessu máli með villiféð á Fjallaskaga og við óskuðum eftir því að bæjarstjóri myndi taka saman kostnað vegna þessa verkefnis alls. Þetta hið ólánlegasta að vera að sækja fé þegar gróandinn byrjaður við erfiðar aðstæður og við mikinn kostnað og það þarf að endurskoða lagaramma sem að tengist sauðfjárbúskap einkum og sérilagi þegar að sauðfjárbúskapurinn er ekki til framfæris heldur frístundabúskapur og bakar sveitarfélaginu talsvert mikinn kostnað. Þetta gengur ekki svona. Takk fyrir þetta, Gylfi. Sigríður hefur beðið málið. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilhefendur, ég ætla að taka undir orð Gylfa. Þetta er náttúrulega ekki í lagi og ég ætla bara að upplýsa það að mér var falið það í gær að taka saman kostnað sem að þessu er að hljótast fyrir sveitarfélagið. Varðandi kostnað við smjölun og annað. Þannig að það má eiga von á greinargerð frá bæjarstjóra vonandi fljótlega. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá þessi fundargerð lögð fram. Þá höfum við fundargerð bæjarráðs frá fundi 1224. Hún er lögð fram til kynningar, fundur var haldinn 5. maí og er fundargerðin í 14 liðum. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Var þess að bæjarráði ekki að komið inn? Já, núna. Já, akkurat. Ég skil. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum hér að ræða bæjarráðsfund sem átti sér stað í gærmorgun og ég vil vekja sérstaka athygli á lið sem er þarna neðarlega. Við tókum inn undir sérstökum lið erindi sem að borist hafði frá Cruise Iceland sem að var kynnt á fundi hafnarstjórnar. Þar hafði verið tilkynnt að búast mætti við kostnaðarauka hjá Cruise Iceland vegna þess að tilefni væri orðið til að skipa framkvæmdastjóra eða ráða framkvæmdastjóra og ég taldi eðlilegt að senda erindi til Cruise Iceland til þess að benda þeim á að Ísafjörður væri kjörinn starfsvettvangur fyrir þennan framkvæmdastjóra. Akureyri væntanlega einnig en mér segir svo hugur að það sem að legi hafi milli línana í meðferð félagsins á þessu verkefni hafi verið að starfsstöð framkvæmdastjóra yrði í Reykjavík og það á ekki verið sjálfgefið. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá eru komin í níunda mál, framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða. Lögð fram til kynningar fundargerð af 7. fundi framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða en fundurinn var haldinn 11. apríl 2025. Fundargerðin er í 2 liðum. Orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá eru komin í 10. mál sem er hafnarstjórn. Lögð fram til kynningar fundargerð af fundi 261 hjá hafnarstjórn. Fundurinn var haldinn 16. apríl 2025 og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust. Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég ætla að vekja bara máls á fyrsta lið á dagskrá hafnarstjórnar. Þar komu M11 arkitektar og kynnt
áttu fyrir okkur móttökuhús fyrir ferðamenn og þetta eru 314 fermetra hús sem að tilstendur að reisa þarna og þannig að við erum að tala um fjárfestingu upp á 250 milljónir eða eitthvað svo leiðis þannig að og þetta lítur bara ljómandi vel út og hvet bara íbúa til þess að kynna sér þetta, sjá hvað er á döfunni þarna niður frá. Þetta virkilega metnaðarfullt og hafnarstjórn fór inn í þetta verkefni með það að markmiði að gera þetta vel og þetta ætti að vera svona andlit Ísafjarðarbæjar við komum á höfnina og þetta tekur svona mið af gömlu húsunum við næsta kaupstað og jafnvel þessa hjöllum og svo svona gaman að benda á það að þessi rúnuðu horn eru nú svolítið merki Ísafjarðar. Það eru nokkra byggingar hérna með svona rúnuðum hornum og það var nú bara ómeðvitað hjá þeim, við vorum ekkert að horfa í það en það er þarna einhvað síður. Þannig að ég hvet bara alla til að kynna sér þetta og þetta er virkilega flott verkefni sem er að fara í gangi hjá okkur. Takk fyrir þetta og ég tek undir þetta frá Jóhanni, þetta var mjög fróðleg kynning. Mæli með að ég kynni ykkur þetta. Næst eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð. Svo er ekki, þá var þessi fundargerð lögð fram. Þá erum komin í 11. mál sem er skipulags- og mannvirkjanefnd, lögð fram til kynningar fundargerð að fundi 651 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurum var haldinn 29. apríl og er fundargerðin í 14 liðum. Orðið er laust. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur, mig langar að ræða 2 mál sem voru tekin fyrir á þessum fundi skipulags- og mannvirkjanefndar. Fyrsta lagi mál sem heitir í fundargerð Tunguskeið Skutulsfirði nýtt deiliskipulagi á svæði I2 en það er vinna sem verkið unnið varðandi deiliskipulag á svæði sem er fyrir innan núverandi byggð á Tunguskeiði. Ég var að segja að þessi kynning var frábær og tillögur frá verkís voru hver annari betri og ég vil bara hvetja alla til þess að kynna sér þessar hugmyndir. Þetta er nú ennþá á vinnslustigi en enga síður er komið að forma á 3 hugmyndir sem eru verið að vinna með áfram. Það er áætlað að við getum kynnt frumdrög að nýju deiliskipulagi í vetur 26. Þannig að þetta gerist hratt og er mjög skemmtilegt verkefni. Núna erum við að bíða eftir tilraunarholu, að verði svona gerð tilraunarhola á jarðvegssýnum á innsta hluta svæðisins til að athuga hvernig jarðvegurinn er þar. Það er búið að gera 2 holur og þá kemur í ljós að jarðvegurinn er bara mjög góður. Mjög líklega er Tungudalurinn einhvers konar jökulframburður. Þannig að það er mjög, hvað maður segja, þéttur jarðvegur sem það er verið að byggja á en það er svona smá óvissa með það sem er innst og næst ánni. Einnig er verið að bíða eftir að verði komið á metið fornleifar á svæðinu en það eru einhver merki og það hafa verið skráðar en það þarf að gera frekari skráningar á þeim. Þannig að þetta er í vinnslu og ég hvet alla til þess að kíkja á skoða og kynna sér þessa vinnslutillögur. Svo langaði mig að ræða síðasta lið á dagskrá þessari fundargerðar, næst síðasta lið, sem voru jarðvegsrannsóknir á Suðurtanga. Þar voru líka tekin jarðvegssýni og þau voru alls ekki eins góð eins og inn í Tungudal. Því að þar erum við með Suðurtanga sem er fullur af rusli og það er ótrúlegt að setja þetta upp í tímalínu sem við öll skiljum.
að núna var ég að koma á frábæri ráðstefnu snjóflóð sem er haldin til þess að minnast þess að það eru 30 ári liðin frá snjóflóðum á Súðavík og Flateyri. Það eru líka 30 ár síðan að við vorum ennþá að hella rusli í Suðurtangan. Og það er ótrúlegt að við séum ekki að tala 100 ára gamalt rusl, heldur bara fyrir 30 árum síðan þótti stjórnvöldum í sveitarfélaginu okkar ekkert óeðlilegt við það að henda heilum katipillar út í sjó eða ryðguðum olíutunnum með olíu í og alls konar viðbjóði, auk þess sem að við erum náttúrulega fyrir nokkrum árum síðan tókum jarðvegsýni og grófum upp skurð þar sem að við fengum bara kaupfélagspoka með bleium og það var ennþá ferskt innihald í bleiunum. Það er ótrúlegt að framtíðarsýnin hafi ekki verið meiri á þessum tíma. Þannig að þetta er arfleifð sem við sitjum uppi með og þess vegna þurftum við náttúrulega að breyta skipulaginu á Suðurtanga. Við erum ekki að fara að byggja íbúðarhúsnæði á þessum jarðvegi sem ég ætla að setja innan risastóra gæsalappa, því þetta er bara rusl. Og öllum líkindum þá munum við þurfa að nota staura til þess að sem undirstöður undir þau hús sem að vera byggð á svæðinu, en gröfum ekki grunn til það er ekki svarandi að fara í þann kostnað að hreinsa þetta rusl pluss það er enginn sem að vil taka á móti þessu rusli. Þannig að ég ætla að vona að okkur byrja gæfi til þess að vera með aðeins skýrari og bjartari framtíðarsýn fyrir komandi íbúa sveitarfélagsins heldur en var þarna fyrir 30 árum síðan. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá dagskráin hjá okkur tæmd og ég segi þessu fundi slitið.